Gríðarlega tæknilega getur Símon Tippling hér hins vegar sendingin inn fyrir og hér Patrik Pedersen sloppinn. Patrik Pedersen, ekki spurning. Patrik Pedersen að koma Valsmönnum hér yfir. Á 5 Patrik Pedersen í deildinni á tímabilinu og spurning hvort hann þurfi meira en þetta tímabil til þess að bæta marka með Tryggva Guðmundssonar í efstu deild. Hann sjáum hérna frábær CF fær pláss, Tippling hérna utan á hægra megin. Ísrael kemur inn í völlin, kemur síðan með sendinguna hér á Vuk í skotið! Vuk Óskar! Dimitrievits heldur áfram að skína í framtreyjunni. Hann búinn að jafna metin hér fyrir gestina á 64. mínútum. Sjáum hérna Ísrael kemur vel inn í völlin, Vuk nær sér í stöðuna, hann á skotið. Frábært skot hjá Vuk Óskar. Með aukaspyrnuna hér. Tippling kemur með háan bolta hérna á teginn og hér bolti fór hann af Hólmari og síðan Fredrik fljótur með boltan fram völlin og hér mikið kapphlaup. Tryggvi skorar eftir ræðileg mistök í framvörninni. Tryggvi Hrafn Haraldsson nýtir sér þessi mistök og kemur Val aftur í forystu. Varamaðurinn hér Oliver Elís Lindsson í síðara hálfleiknum. Sjáum Fredrik, hann fljótur að átta sig, frumar boltanum þetta framvöllin. Tryggvi og hér Oliver Elís, hann nær ekki að skalla boltan tilbaka. Oliver, þeir segja Viktor nær að hafa hönd á boltanum þegar Tryggvi reynir að vippa en ekki nóg. Tryggvi kemur setur hann að bolta hér út fyrir og þá eru 94 mínútur komnar. Og hér flautar þótt til leiksloka. Valsmenn klára hér fram í Reykjavíkurslag síðasta leik 10. umferðar 2-1. Þriðji deildarsigur Vals í röð og fjórði sigurinn í deildinni úr síðustu 5 leikjum. Og Valsmenn komnir með 18 stig í bestu deildinni þegar að farið í landsleikjarhlé 2 stigum frá toppnum. Það var Patrik Pedersen sem opnaði markareikningin í þessum leik á 55.